Góðan daginn eða ekki góðan daginn. Góð kvöldi, það fer eftir hvenær fólk byrjar að hlusta. Já, velkomin í skvísuleiti. Þetta er fyrsti þátturinn okkar, þannig að þetta verður eitthvað ævintýri. Já, þetta er náttúrulega þessi hugmynd fór rosalega hratt af stað. Ég held að hugmyndavinnan byrjaði í janúar og núna er bara enda febrúar. Janúar? Sendi ég ekki skilaboð í janúar? Desember. Var það desember? Já, ok, þetta er jólahugmynd sem var síðan að febrúar. Já, það passar. Já, ég er samt búin að vera með þetta í maganum mjög lengi. Mér langar alltaf að gera podcast og ég var búin að heyra í nokkrum. Fólk var ekki alveg til að kýla á það með mér. Svo var ég bara búin að gefast upp á draumnum. Já, ok. Og svo fæ ég skilaboð bara alveg upp á þurru frá Katrínu. Bara, heyrðu, skrítin hugmynd, langar þig ekki að gera podcast? Ég held að það getur verið ógeðslega skemmtilegt að okkur finnst mér gaman að tala. Við erum ekki sammála. Nei. Bara fáránlega marga hluti. Þannig að þetta, ég held að umræðarnar gætu orðið svona mjög skemmtilegar og svona áhugaverðar. Það er eiginlega svona grunnurinn að þessu, að við erum ekki alveg á sama stað með mörg málefni. Já, ég held að þetta verði svolítið, við komum kannski með mismunandi vinkla. Já, mismunandi nálganir allavega. Algjörlega. Það er eitthvað til í því. Hvað ætlum við samt að tala um? Hvað ætlum við að ræða? Já. Við ætlum að byrja að kynna okkur. Það er fínt. Ég ætla að byrja á þér. Byrja á mér? Já. Ok, ég heiti Katrín og ég er í lögfræði og ég er í hlutastarfi og já, með sterkar skoðanir sem ég samt reyni alltaf að halda pínu inn í mér, sko. Ég passa mig alveg að vera ekki hvað getur maður sagt, hávær með mínar skoðanir. Það gæti breyst samt núna, víst að við erum komið með þetta podcast í gang. Þetta er svona, já, ég er að nutshell, sko. Ok. En segðu mér frá þér. Já, ég heiti Kamila, ég er 22 ára, 2 barna móðir. Ég er gift og er í Vogunum, í þar, bara svona litlu samfélagi, rosa kósí. Ég er mjög hreina leiklist, var í leiklistanámi áður en ég hætti. Já, ég er bara í hlutastarfi núna, samt bara kannski endurhæfingu. Ég er svolítið týnd, komin úr fæðingarólofi. Yes. En svona í grunninn þá er ég bara svolítið að stóla á vini mína og það sem ég hef gaman að gera eftir moment. Já, eins og að stofna podcast. Eins og að stofna podcast. Eitt af því, ok, já, þú nefndir alveg að þú er gift. Ég er náttúrulega í sambandi, sko. Ég fínt að nefna það, mér finnst það mætti alveg koma fram og ég er í sambúð. Ekki bara reyna við hann, sem sagt. Þannig að reyna við mig, sko. Það gengur ekki. Því já, ok, þetta er bara svona solid kynning. Svo náttúrulega bara nær fólk að kynnast okkur hægt og rólega eftir hvernig, já, þessum þáttum fyrir fram. Ef við fáum ykkur hlustendur, það er að segja. Ég meina, erum við eitthvað bjart sínar á það? Það verður eitthvað að það komi eitthvað hlustendur. Ég sé alveg fyrir mér að mamma og pabbi myndi alveg hlusta á þetta, sko. Ég er ekki ennþá búin að segja þeim að þetta er að gerast, sko. Ég sé ekki fram á foreldra mínu hlusti. Nei, ég er líka bara svona umræðurnar sem við vorum búin að pæli að taka eru pínu svona, ég veit ekki hvort ég vilja fjölskyldan sé að hlusta, en það væri samt bara fyndið ef þau myndi taka sér tíma og hlusta á okkur. Eigum kannski að kynna podcastið aðeins? Það er fínt, skvísulæti, let's go. Við, já, ætlum að taka alls konar. Já, til að byrja með þá ætlum við svolítið bara að fókusa á það sem okkur langar að tala um. Já, rosalega selfish podcast. Mjög selfish. Nei, en svo bara þú veist, eftir því hvernig þið sem eru að hlusta hafið áhuga, hver... Já. Íslenska. Íslenskan. Ég er svo stressuð að byrja að sletta of mikið og það komi bara einhver íslensku lögga, bara eitthvað, þú veist þú átt að segja þetta. Það alveg kemur fyrir að ég fallbeygði vitlaust og ég á til með að gleyma íslenska orðinu og þá man ég bara enska orðið. Þannig að þetta verður, það má sletta í þessu podcasti, ef við bara ekki að leyfa það. Ef við vitum ekki orðið, það má sletta. Við ætlum ekki að banna það, en reynum náttúrulega að viðhalda öllu á íslensku og svona. Það sem er ógeðslega fyndið, bara svona smá saga inn í. Þegar ég var yngri, þá var ég algjör íslensku nasisti, sko. Oh my god. Ég og vinkona mín, við vorum með reglu, þannig að ef við slettum,
þú veist, ef við komum með eitthvað enskt orð, Okay. þá þurftum við að segja íslenska orðið 3 svars. Nei. Jú. Oj, við hefum ekki verið vinkunni í grunnskóla. Það er, oh my, guð minn góður, það er ekki gengið. Þetta var bara ég og þessi eina vinkuna. All Úps. right. Þetta var bara ég og þessi eina vinkuna. Ok. Svo átti ég annan vin. Ég átti basically bara eina vinkuna, eitt vin í grunnskóla. Allavega þarna á yngri árunum og þessi vinu minn þoldi ekki hina vinkununa. Þú meinar. Þannig að Stefán eða að hlusta. Við erum að fara hérna að sjáta þetta hérna. Ok, já, þannig að við ætlum að leyfa alveg svona slettur og svona byrja bara, þú veist, já, næstu þætti náttúrulega verða líka pínu bara svona merktir umræðunum, þannig að fólk þarf ekkert endilega að hlusta á alla þættina til að vera eitthvað inn. Við gætum tekið umræði sem kannski höfðar bara til vissra hópa, ok, já, og svo einmitt öfugt. Þannig að Já, við ætlum að reyna að taka eins marga gesti já, og við getum. Okkur langar að hafa þetta meira svona sem svona viðtals cozy podcast, við erum ekki að fara að taka einhverjar svaka umræður eða, þetta er ekki morðkast, skiluru, við erum Nei. ekki að fara að taka einhverjar sögur og segja ykkur sögur, við ætlum bara svolítið að hafa þetta á léttu nótunum. til að byrja með. Svo verður þetta ótrúlega dramatist. Svo fóðum við forsetan í heimsókn. Fáum fórsetin í heimsókn. Ég væri svo mikið til að fá Höllu Tómasar. Ég bara, oh my god. Ég væri til í það. Ég veit samt ekkert hvað ég myndi spyrja hvað ég myndi spyrja hann sko. Nei. Þetta er svona, en það er samt sko í lögfræðinni, það er forseta heimsókn í næstu viku. Þannig ég get hitt hana þá ef mig langar sko. Það er Bara sæl og blessu allar ég með podcast. já, skvísuleiti hefur áhuga. Það er, já. Nei, allavega, við erum ekki að fara að fá fórsetan anytime. Það er Soon, allavega. Ok, eigum við eitthvað gefa hlustendum pínu bara færa að heyra hvað er kannski á næstunni, hvað við erum að plana. Voru nú með einhverja pælingar fyrir eins og þátt 2 og 3. Já, það er enda geta alveg verið spennandi að vita. Sest, þáttu 2, þá langar ykkur að tala svolítið um datingmenninguna, bæði á Íslandi, Bandaríkjunum og bara sambönd yfir höfuð, mismunandi sambönd, bara hafa þetta svolítið vítt. Og svo í 3. þætti voru að vonast að geta talað aðeins um andlega heilsu. Við erum ekki búin að fá neina staðfesta gesti fyrir þessa þætti, en það gæti verið að komi skemmtilega gestir í sambandsþáttin. Við erum bara eftir að staðfesta það. Við erum aðeins að staðfesta það. Það er náttúrulega alls konar tegundir til af samböndum og við höfum okkar sikura reynslu af samböndum. Já. Þannig að ég held að það gæti orðið pínu spennandi og áhugavert. Við erum með gjörsamlega sikura upplifun á samböndu. Þannig að það getur verið spennandi. Já. Hvenær fórst þú í fyrsta sambandið þitt? Hvað varstu gömul? Svona almennilega. Sko, almennilega fyrsta sambandi mitt, sko, ég var orðin fyrir eitthvað gömul, ég er held í 18 að verða 19. Þegar svona, já, það er í rauninu bara fyrsta sambandi mitt eða var bara svona einhvern veginn í enda menntaskóla. Ég var aldrei með neitt kærasta í menntaskóla eða neitt svoleiðis, ekki grunnskóla heldur. Sem var held ég bara fínt af ég er búin að heyra agalega sögur bara eitthvað, já, fyrirverandi voru saman í grunnskóla og ég bara svona, varst í sambandi, ok. Þannig að, já, svo fór það bara svona mjög hratt fyrir sig, sko. Svo bara maður bara hætti maður með mannesku og svo bara deytaði maður næstu og núna er ég bara going strong með mínum í 2,5 ár. Já. Það er mjög næs. En hvernig fórst þú í þitt fyrsta? Ég ætla að segja 14 ára. Já, sælir, þú ert ein af þeim, ok. Ég segi við förum djúpt onni í þá pælingu, sko, af hverju, hver byrjar í sambandi 14 ára? Hvað pælinga var ég með? Hvaða pælinga varst þú með að þú vildir bara committa þig og byrja bara, þú veist, í sambandi 14, sorry, mér finnst þetta svo ungt, sko, sýsti mín er 15 og ég er bara hvernig, þú ert ekki að fara að deyta, sko. Sko, ég get alveg sagt ekki hvernig ég byrjaði í þessu sambandi. Ok. Ég átti sérst mjög góðan vin. All right. Sem að bjóða út á landi. Ég vil ekki vera að segja eitthvað of mikið. En hann bjóða út á landi og við vorum ekki búin að hittast í smá tíma og ekki búin að heyra í hverju í smá tíma. Ok. Svo fæ ég bara random skilaboð daginn eftir ammæli mitt frá honum. Bara eitthvað, hæ, hvað segirðu? Og ég bjóst að hann var að fara að óska mig til hamingju með daginn. Nei, það kom ekki. Það kom, heyrðu, ertu í sambandi? Já. Ég bara, nei. Straight to the point. Ég er ekki í sambandi. Og hann eitthvað,
já, viltu vera í sambandi? Oh my god. Og við FaceTimeum eða Skypeum þetta kvöld og endaði að vera á föstu. Það var svona típist VBMM moment. Já. Og já, það var svona fyrsta sambandi mitt. Það endist í 6-7 mánuði. Já. 14 ára. Það er bara góður hluti af ævinni hjá ykkur 14 ára stelpu, sko. Já, þegar ég var 14 ára þá var ég bara, þú veist, að fermast, sko. Já, ég líka. Þú veist, þetta er bara, já, maður, þú veist, það var það eina sem ég var að pæla í. Ég var að fara að fermast og ég ætlaði bara að spila á gítar í veislunum minni og ég ætlaði að syngja og það komst ekkert annað að. Nei, hann mætti ekki ferminguna mína, kærasti minn, sko. How dare he? Dömpaði hann út af því? Nei, hann dömpaði mér. Nei. Oh. Eini sem hefur dömpað mér. Oh my. Já, ég er reyndar búin að dömpa öllum mínum líka. Þetta er auðvitað svona áfatt sem ég varð fyrir og þess vegna hef ég alltaf hætt með mínum kærustum. Áður en að þeir dömpa þér. Já, ég held það sem ég sniðut, sko. Jú, ég held að sálfræðingur myndi alveg þetta, sko. Bara, jú, þetta er, þú ert með issues, nei. Það var þetta mér fyndi, ef þú ert að hlusta, takk fyrir, bæði. Nei, hérna... Já, ég held að þessi enginn sem frá minni fortíð eitthvað að fara að hlusta á þetta podcast, sko, en ég held ég get sagt hvað sem er, sko. Þeir myndi aldrei vita. Nei, sko, hvernig hann hætti með mér var, sko, skemmtilegt. Ok. Ég fekk sem sagt skilaboð frá vini hans sem var bara, herri, hann er hættu með þér. Ég bara, já, ok. Ef hann getur ekki einu sinni manna sig upp í að segja mér það sjálfur, þá er mér svolítið sama. Svo fer ég í bíó, bara, ég var í strætó og leiðin í bíó, man ég. Og hérna, þegar þetta gerist, ég fer bara í bíó, slekk á símanum mínum og þegar ég er búin í bíó, þá er ég með svona 15 missed calls frá honum. Það var þetta sérst bara eitthvað svona truth or dare leikur. Hann ætlaði ekki að hætta með mér en að því að þetta gerist, þá var ég svona, já, ég er alveg sama. Ég var nú ekki alveg sambandi 14 ára gömul, sko. Nei. Það var ekkit eitthvað stórmál. Nei. Þetta er samt alveg, þetta er skemmtilega barnalegt samt. Þetta er juicy. Þetta var truth or dare. Ég hef einu sinni þurft að gera eitt svona semi-barnalegt. Það var í einhverju spili og þetta var ógeðslega fyndið af því að vinahópurinn trúði því ekki sem ég þurfti að gera. Þá var sem sagt, þetta var challenge, ég man ekki hvað þetta spil heitir. Þetta er eitthvað íslenskt spil og ég dró og þá átti ég að hringja í sem sagt mömmu og pappa. Já, skellir. Já, örugglega það. Ég átti að hringja í mömmu og pappa og segja að ég hefði verið handtekinn. Og ég bara svona, ok, eitthvað að reynda að aktivita einhvern leikara inn í mér og feikaði pínu svona, þú veist, grátinn, sko. Hringi pappa, bara, það gerðist allt, ég var að keyra og þú veist alveg, og mér fannst ég leika þetta svo vel. Heyrðu, pappa gat ekki verið meira sama. Hann bara, já, ok, ertu þú niður á stöðu núna? Ég eitthvað, já, ég veit ekki alveg hvað að gera. Hann bara, já, chillaði bara þarna eitthvað, þú veist, og ég þurfti að halda þessari lygi í svona mínútu til að fá eitthvað að labba 2 skref áfram í spilinu. En þetta leta alveg alla vinahópi vita bara, ok, en ef þú er handtekinn, það er ekki mikil hjálp. Foreldrar þínum, þau myndu bara leyfa þess að vera. Eða væntanlega, skilurðu. Ég held ég myndi alveg skilja barnið mitt eftir í fangaklefa, bara svo til að kenna því leksíu, sko. Þú átt ekkert að vera að spýta eða gera eitthvað á þér. Hvað varstu gömul? Veistu, þetta í 18. Já, þú skilja hafa verið saman. Það er ekki lengur barn. Ég held ég hafi verið nýorðið 18 ára þegar þetta var. Mögulega 17, en þetta var mjög fínt. Það fengu allir að kynast pappa og mömmu vel í gegnum þetta símtal, sko. Þau voru bara, ok. Nei, ég er samt bara grínast, þú veist, bönnumanns er alltaf bönnumanns, sko. Jú, það er alveg þannig. En já, þá var allavega komið pínu svona intro í okkar samræður. Já, þetta er svona okkar vibe. Já, erum við að halda með þeim í söngvakeppninu eða hvernig? Ég ætla ekki að tjá mig þetta mál. Ekki að tjá sig þetta mál. Nei, mér var atriðið þeirra mjög skemmtilegt, sko. Þannig ég mun alveg viðurkenna það hérna í podcasti. Ég bara er ekki mikil Eurovision fan, sko. Ert ekki Eurovision fan? Nei. Damn. Ég er það alveg svona lúmst, sko. En það er alveg bara því að þetta er svo mikið opportunity að finna ný lög og nýjar hljómsveitir í leiðinni, þú veist eins og Måneskin frá Ítalíu. Elska Måneskin. Já, þú veist. Bara fyrir að þau tóku þátt í Eurovision þá veit ég hvað hljómsveit þetta er og ég get notið þess að hlusta á tónlistina, skilur við. Sko, eina ástæðan okkur ég horfði á Eurovision þegar Måneskin keppti var að ég var upp á Sleisó. Já.
og söngvakeppni, Eurovision var í gangi í sjónvarpinu meðan ég var á biðstofunni. Annars ertu ekkert að hlusta. Nei. Ok, ég segi að það verður eitthvað tíman Eurovision þáttur en því ég veit fullt Eurovision. Þannig ég ætla bara að fræða þig. Fræða mig, Já. Ég sé þetta bara að hlusta. Já, þú er gott að ég get spilað svona lög fyrir þig. Vissir að þetta er Eurovision-lag. Sér Eurovision þáttur. Það veit Já. ég hverju þið er búast við. Bara... Við munum skýra þá þáttin Eurovision og þá veit fólk að ok, þarna er Katrín bara að fara að tala Eurovision. En það sem ég ást kynningin á Katrín svo stutt, hún langar mig að fræða ykkur aðeins Katrínu. Oh, shit. Veist, hún er líka bókmenntafræðingur sem hún tók ekki fram. Já, samt svona hálfpartin. Ég fekk að klára BA-ritgerðina mína en ég er að díla við pínu einingavesen sem er bara allt í góðu. Ég vildi fókusa á lögfræðina meira þannig að ég á einhverjar 20-30 einingar eftir sem verða tekna bráðlega. Ykkur tíman. Ég er bara, þú veist, þarf að fara á fund og leysa þetta. En jú, ég leifi mér alveg að kalla sjálf með bókmentafræðing svona. Ef að fólk hefur ekki kíkt yfir, sem sagt, hvað segir maður svona, lærdómshá í skjölin mín. Ég er ekki ennþá komið skýrtinni, sko. Það verður rammað þegar það kemur. En já. Já, mér langar bara að skjóta þess inn í að því að við erum með mögulegan gest sem við ætlum kannski ekki að kynna strax, en sem er svona nokkuð staðfestur þar sem við ætlum að tala bókmenntir. Já. Það gæti orðið mjög langur þáttur. Nei, bara ég meina það, sko. Ég er með svo miklar skoðanir og þú veist, það er alltaf, ég er búin að fá að heyra það dálítið, sko, af því að ég var náttúrulega í kvikmyndafræði í Borgarholtsskóla. Bókmyndafræðin er pínu bara svona svo systrafræði kvikmyndafræðarinnar. Þannig að þetta er eiginlega bara, þetta var mjög svipað allt sem við þurftum að læra í bókmyndafræðinni, þú veist, með við það sem ég á búin að læra í kvikmyndafræðinni. Þannig að já, bankin er stútfullur, ég gæti bladrað endalaust bækur, kvikmyndir og bara allt því tengt og þú veist, það er stundum erfitt að horfa með mér á bíómyndir. Það er alveg, ég er búin að heyra það voru á kallinu nokkru sinnum af því ég er alltaf bara, vá, þarna er verið að vitna ég með Psycho út af þessari tökku og hann er bara eitthvað, hvernig spottar þetta? Já. Ég er alltaf bara, þarna er verið að referensa í bókina, last ekki bókina, þú veist, áður en að myndin kom út og hann bara, nei, ég er ekki búin að lesa bókina, Katrín, ég bara, það var ég alltaf búin að gera bæði, sko. Já, ég er enda að geta alveg bakandi það líka. Já. Við kannski, hvernig kynntumst við? Vorum við ekki búin að segja það? Nei. Já, við tæknilega sér kynnumst á setti, myndi ég segja, sko. Það var bara, þegar ég er á 3. ári, þá ert þú á 1. ári, það er alltaf 2 ársmunur á okkur. Þá tókst þú hlutverk hjá einum bekkjarfélagi mínum. Ég var í rauninni bara svona aðstórleikstjóri í verkefninu. Og já, þetta var skemmtileg sena. Svo mættir þú þarna, ég fekk bara, sko, nei, ég man eftir, ég spurði mér þess að, sko, einhvern þarna á settinu, bara, já, þú veist, býttu, hvað leikona er að fara að vera í þessu hlutverki og eitthvað, vissi ekki neitt, sko, þá voru einhverjir krakkar mættir líka í tökurnar og þá var bara eitthvað, já, Kamila, hún er í leiklist á 1. ári, ég var bara eitthvað, 1. ársnemi að fara að koma í tökur, ok, þú veist, ég bara hafði ekki hugmynd, sko. Já, og líka miða við senuna. Já. Þetta sem sagt, ég ætla bara að taka það fram, þetta var nektarsena. Þetta var, átt að vera alveg nektarsena sem við náðum að breyta í hálfnektarsenu. Við náðum að breyta í hálfnektarsenu sem er bara gott og það var svona eitt af ástæðan á okkur, ég var rosalega föst á því að bara vera í þessu verkefni af því að það voru í rauninu bara 2 myndir, við áttum sérst öll að kynna hugmyndirnar okkar og það voru bara 2 einstaklingar sem ætlaðu að vera með einhvers konar nekt í myndinni og það má hún kannski bara segja það núna en kennarinn fer sér upp að mér persónulega eftir tíman þegar allir voru búin að kynna og bað mig að tróða mér inn í sem sagt þessar myndir bara út af nektarsenunum. Þá vildi þeirra fyrir ég var alveg búin að vera háværi í tímum varðandi svona réttindi, kvenna og þú veist öryggi og bara personal space og allt þetta. Þú veist, þannig að þeir vissi að ég erði mjög góð svona nektarsenu lögga. Sem nándarsérfræðingur Já, sem seinna fekk ég ætlaði einmitt að fara að því sem seinna fekk náttúrulega titilinn svona nándarsérfræðingur það var náttúrulega ekki þá, þú veist og þetta er bara 2019 Er það? 2019? Tókum við þetta upp 2019? Já, ég útskrifast 2020 Já, það passar Þannig að þá fekk þetta titilinn nándarsérfræðingur það var ekki orðið þing þá, sko
Við vorum ekki, það var ekki búið að kenna okkur það eða neitt. Það var alveg til í Bandaríkjunum, en kannski ekki mikið á Íslandi. Það var ekki orðið þing á Íslandi, en svo núna ég samt alveg búin að lesa fréttir og greinar við leikari á Íslandi, þú veist, þá þetta alveg eiginlega bara orðin skylda, að hafa svona nótar. Já, það ein nándarsérfræðingur sem æðisleg. Ég hitt hana, hún frábær. Hún hefur ekki verið nándarsérfræðingur minn, en hún bara æðisleg manneskja. Ég mæli með henni. Man ekki hvað hún heitir í augnablikinu, en hún frábær. Ok, það einhver þarna geggja frábær. Já, en þú veist, jú, það má alveg kalla það til minn þannig að hafi verið einhvers konar nándarsérfræðingur og svo var einmitt hin myndin, þú veist, þá var það bara einhver svona sturtusena sem ég náði líka að gera hálfgerða, þú veist, hálfunaktar senu, en þú veist, leikstjórinn þar, hann var rosalega næs, hann var bara Katrína, ég vil ekki fara yfir inn mörk, hvernig eigum við að gera þetta, þannig að þetta var rosalega mikil svona, þurftum að vinna út úr því hvernig maður á að taka upp svona senur án þess að, þú veist, að leikara líði illa. Já. Það var líka bara það sem maður gerði mitt í þinni senu. Ég var allan tíma bara eitthvað, ertu ok? Þú veist, þú mátt stoppa hvenær sem þetta. Við þurfum ekki að taka þetta upp núna eða þú vilt að þetta stoppi. Þú veist, maður bara alltaf að tjekka. Já, ég bara örugglega, hvað orðið? Þú veist, þegar maður nektarfeimin. Ég man ekki orðið. Spenhrætt. Nektarfeimni orðið sem við ætlum að nota hér. Mér finnst það samt miklu fallegra orð nektarfeimni af því að það segir miklu meira heldur en eitthvað ertu spenhrætt. Maður heyrði þetta alltaf, það spen eða spé? Spéhrætt. Ok, ég sagði spen, hvað það? Nei, þetta samt eitthvað orð sem maður heyrði bara eitthvað í sundi í grunnskóla, þetta spenhrætt. Jú, ok. En já, það sem ég alltaf að segja þú veist, ég minnst spérhættasta manneskja sem þú finnur. Þú veist, ég gæti bara lappa nakin yfir Laugaveginn og verið skítsama, Ok. Ég þar. Ég ekki þar. Nei. Ég vil helst vera bara covered, bara allan tíman. Segir manneskjan ekki rullukrabálum. Alveg bara það enginn að sjá nýtt. Nei. Þetta áhugaverða pælingar þarna. En við kynnumst allavega í gegnum sett, það má segja það. Og svo bara hefur vináttan okkar hægt og rólega þróast, myndi ég segja. Já, við vorum ekki það nánar og svo einn daginn 2022 þá fæ ég skilabóð frá henni eftir að ég var ekki búin að hitta hann í 1 ár. Já. Fæ ég bara random skilabóð þar sem hún býður mér í ammæli sitt. Já, býður ekki mat. Þú bauðst mér í mat. Já, ég var búin að bjóða þér í partí árið undan samt. Já, ég mætti þá. Þú mættir þá, já. Já, það var komið ár. Það var komið ár. Það var ammælspartíð þitt og svo aftur ammælið þitt. Jú. Það var brjála stuð. Og við einhvern veginn bara urðum svolítið vinkonur út frá því ammælið held ég. Já. Við vorum ekkert nánar fyrir það og svo bara... Nei, ég var alveg í vandræði með þetta matarbóð fyrir maður náttúrulega mista alveg fullt af vinum í COVID-inu og þú veist, fólk alveg svona driftar og allt í góðu með það gerist. En svo var ég bara eitthvað, ég vil fá skemmtilegt fólk og ég bara eitthvað, Kamilla skemmtileg. Þannig að ég ætla að bjóða Kamilu bara og þetta geggja random invite, þú veist, það voru alveg 2-3 einstaklingar sem bara þekktust ekki neitt. Og voru bara eitthvað, ég komið matið þín, hver verða? Ég bara eitthvað, bara annað skemmtilegt fólk. En við spiluðum og þetta var gaman og það var góð matur. Takk fyrir. Ég var svo stressuð að elda 3 rétta og þú veist, þið voru 8 held ég í heildina. Ég fekk samt bara 2 rétti. Þú fekkst bara 2 rétti? Ég mætti sein. Mistur á forréttinum? Já. Hvað var ég með í forrétt? Ég veit það ekki, ég var ekki. Já. Ég var með eitthvað rosa, örugglega good shit, Það Þú varst með chicken alfredo í... Svo geggja, með brokkoli. Það alveg... ég þarf að fara að elda það aftur maður. Við elskum líka mat. Það verður matarþáttur, allan daginn. Já, þannig kennst við. Þannig erum við vinkonur. Ég held að það sé bara gott að fara að enda þátturinn þessum notum, Já, það kom pínu svona kynninga á væpinu. Já, kynninga okkur, svolítið hvert samræðan að geta farið. Við verðum að passa þetta samt, að vera ekki of. Það svo auðvelt fyrir okkur að drifta í eitthvað annað, Ég veit það. Ég búin að vera að reyna að passa alltaf að íta okkur tilbaka, Já, fyrir við viljum náttúrulega ekki vera of scripted. Nei. Við viljum vera dálítið bara svona, þú veist, það sem kemur einhvern veginn. Og ef umræðan getur farið eitthvað annað, þá getur hún bara það. En við reynum náttúrulega að halda okkur á, hvað getur maður að kalla þetta? Umræðuefninu. Á umræðuefninu og já. En bara takk hérlega fyrir að hlusta. Viltu tilkynna social media dæmið okkar í endan? Fyrst að bara svona,
Þú ert með allt þetta? Já, við sérst erum komnar á samfélagsmiðla. Við erum á Instagram og TikTok Yes. sem bara skvísulæti með setu. Þá er það skvísulaeti Skvísulaeti. af því að æ er ekki ensku stafur. Nei, sem eru ekki að finna, fyrir svo settum við setu inn í skvísulaeti. Þú veist, seta er átt. Erum við að reyna að koma setun aftur inn? Sjálfsögðu. Ég held að, ég ætla að fara að skrifa bara, þú veist, besta með setu, eins og það er í gömlu bókunum. Mér finnst bara ætti að vera seta af því að ég heiti Kamila með sé og mér finnst svolítið, þú veist, mér langar ekki að skilja setun út fyrir það líka. Ég ætti að vera Kamila Hjördís Samúelsdóttir. Já, getur ekki bara breytt því? Ég veit ekki hvort pabbi var ánægður með það. Það verður umræða. Já. En já, við erum sett skvísulæti á Instagram og TikTok. Yes. Þegar þessi þáttu eru komin út, þá verðum við vonandi búin að auglýsa okkur svolítið, Já, svo að þið séu nú að hlusta á okkur. pínu svona, já. Svolítið surrealist, en þetta verður skemmtilegt. Já, ég held það. Bara takk fyrir að hlusta. Takk fyrir okkur.